Þá vil ég bjóða ykkur hjartanlega velkomin til Guðsþjónustu hér í Aðventkirkjunni. Það yndislegt að sjá svo marga og megi Guð vera með okkur og leiða okkur í gegnum þessa Guðsþjónustu í allt sem fer hér fram. Líka biðja þeim blessunar sem fylgjast með okkur í gegnum útsendinguna. Hjartanlega velkomin. Við erum með nokkra tilkynningar eins og venjulega því þekkið þetta svo sem að við erum með bænastund hér í hádeginu á þriðjudögum og það er alltaf að aukast. Við erum þar 15 manns núna, ef ekki fleiri. Það er yndislegt og erum að lesa ýmiss konar efni í ritningunni. Og svo búðin okkar opin á þriðjudögum og fimmtudögum eins og kemur fram þarna. Súpustofa á þriðjudögum frá klukkan 6 til 20 til 8. Næsta hvíldardag mun Harpa Theódórsdóttir, ekki rétt, vera með lektíuna og predikun. Það bara svona ef engin annar gerir það þá það ég. En svo vil ég nefna það að 12. apríl verður útvarpsguðsþjónusta tekin upp hérna í kirkjunni. Hún verður svo aftur, henni verður útvarpað 21. apríl, annan páskadag. Svo að sem flestir komi og taki þátt hér í útvarpsguðsþjónustunni og syngi fallega með okkur. Það auðvitað þannig að það heimsókn erlendis frá. Pavel Goya kemur og verður með samkomur í Hafnarfirði en við viljum að komi sem flestir hér og verði hjá okkur á útvarpsguðsþjónustunni þegar hún verður tekin upp. Svo hjartanlega velkomin að koma þá. Þetta voru tilkynningarnar en nú ætlar hann Ivo að hafa fyrir okkur upphafsbæn. Invocation. Ivo. Could you do that for us? Dear Lord, Himmelske Fader, this morning we are here because of your love. Við erum hér drottin vegna kærleika þíns. You have loved the world so much that you have given your only begotten Son. Þú elskaðir heiminn svo mjög og þú gafst eingetinn son þinn. And we thank you for all the signs of your love around us every day. Drottin, við þökkum þér fyrir all þeim einkenni eða merki kærleika þinn sem við finnum í allstaðar í kringum okkur. And I thank you that we can come today and worship you together. Og drottin, ég þakka þér fyrir að við getum komið og tilbeðið þig hér í dag. And we ask you to be here very close to us today. Við biðjum þess að þú sért hér nálægur okkur, mjög nálægur okkur í dag. That we may meet you. Og að við mættum eiga samfundi með þér. And take us as we are and give us more. Takt okkur eins og við erum drottin og gefðu okkur meir. In Jesus' name I pray. Í Jesú nafni bið ég. Amen. Amen. Við erum þá að syngja stórkostlega fallegan sálm. Öll sköpun tigni drottin. Öll sköpun tigni drottin. All creatures of our God and King. Ég veit auðvitað að þeir sem eru enskumælandi eiga erfitt með að syngja úr sálmabókin okkar, en það er möguleiki að slá þessu upp í símanum ykkar. Akkur ekki að nota tæknina og þá getið þið sungið með á ensku. Syngjum sálminn númer 28, öll sköpun tigni drottin.
tökum upp samskot hér í kirkjunni hjá okkur. Ekki með því að ganga á milli bekkjana, en eins og við höfum oft sagt, við tökum gjafirnar þegar við förum úr húsinu. Það er þá posi eða hægt að leggja fram peninga, bara seðla, ef maður óskar þess, það eru þetta frjálsframlög. Við skulum hafa bæn saman sem þakklæti fyrir gjöfunum. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir alla þína góðu gjafir og blessanir sem við njótum frá þín hendi svo ríkulega ávallt. Og við þökkum þér fyrir það, Drottinn, við getum látið eitthvað að mörkum, eitthvað hendi rakna til þess að byggja upp þitt starf hér í þessum heimi. Blessaðu gjafirnar, blessaðu þá sem gefa, og Drottinn, við þökkum þér í Jesú nafni. Amen. Þá er komið að því að lesa ritningaversið. Og það er tekið úr Matteusar Guðspjalli, og það er 21. kafli og 21. vers. Og ég ætla að biðja ykkur að rísa á fætur. Jesús svaraði þeim: Sannlega segi ég yður, ef þér eigið trú og efist ekki, getið þér ekki aðeins gjört slíkt sem framkom við fíkjutréð. Þér gætuð enda sagt við fjall þetta: lyft þér upp og steyp þér í hafið, og svo mun fara. Já, himneski Faðir, við komum fram fyrir augliti þitt hér í dag til þess að lofa þig, til þess að þakka þér fyrir þetta, það orð sem þú gefur okkur, sem byggir upp og eflir og gefur mátt og styrk og djörfung. Drottinn, það er svo undursamlegt að fá að hlýða á þitt orð og lesa það og nærast á því. Og við skiljum ekki fullkomlega þetta orð sem hér kemur, en við tökum því í trú, Drottinn. Það snýst allt, að við trúum einarlega og fullkomlega á þig og þitt orð, og þann mátt og kraft sem er að finna í þínu orði og í þínum heilaga anda. Og Drottinn, við vil biðja þig að blessa og varðveita og hjálpa okkur í öllu því sem við gerum, að við megum vera til blessunar og uppörfunar og auðsýna kærleika í öllu því sem við gerum og öllu þeirri framkvæmd sem er með okkur og hjá okkur. Drottinn, við erum að hugsa sérstaklega á þessari bænastundi þeirra sem þurfa sérstaklega á þér að halda, til uppörfunar og til líknar og lækningar. Það eru svo margir, Drottinn, sem biðja sérstaklega hjálp frá þér og þráða og hrópa á þig. Og við vitum að þú heyrir bænir. Við höfum séð það stöðulega og ávallt, að þú heyrir bænir, að þú gefur styrk, að þú gefur blessun. Vilt þú vera með þeim sérstaklega sem eru sjúkir og þeir sem eru einmana og þeir sem ekki fá það sem þeim finnst þið þurfa á að halda? Vilt þú vera hjá þeim og styrkja þau og hjálpa þeim, Drottinn? Við erum líka að hugsa heimsmálin. Það er svo margt sem er að gerast í þessum heimi sem við hreinlega bara okkur fallast hendur. Við skiljum ekki hvernig svona hluti geti gerst í þessum heimi, Drottinn. Við hljópum til þín að þú komir að og líknir og læknir og hjálpir þeim sem sérstaklega þurfa á náð þín að halda víðan heim. Við hrópum til þín eins og ávallt að þú komir aftur í skýjum himins til þess að binda endi á sögu þessa heims og gefur okkur nýjan heim, nýja jörð og nýjan himin, þar sem réttlæti býr.
Drottinn, við lofum þig og þökkum og biðjum í Jesú nafni. Amen. Kjörið svo að fá okkur sæti. Við ætlum að syngja annan sálm. Það er sálmur heilagan anda. Sálmur númer 182. The Spirit of God. I just mentioned that earlier. You can, of course, look up these texts in your Google. Then you can see the English text if you want to sing with us. En það er sálmur númer 182, Andi Guðs. Amen.
ætlaði raun að segja barnasögu. Harpa ætlar ekki að koma bara og vera hérna. Ég held að það sé til lítils nema að hún sé sögð á ensku líka og Harpa ætlar að þýða. Takk fyrir Harpa. Do you want to come? Come. Komið stelpur. Þær talar þetta svolítið íslensku sko. Já, já. Allt fór bara eftir. Já, ok. Hún segist vera Já. komin upp úr þessu. Auðvitað. Gott að sjá þig. Ég ætla að segja sögu. I'm going to tell you and all of you a story. Hún gerðist eins og suma sögurnar sem ég að segja í Afríku. And it happened in Africa, like many of the stories I tell. Máli var að mér langaði til þess að eiga bát. I wanted so badly to have a boat. Og báturinn átt að nota bátinn á stórri á. And I was going to use this boat on a big river. Hétt Pampana áin. And this river was called Pampana. Já, og ég þurfti að fara niður í svolítið langt niður eftir ánni og fara yfir ána og fá þar mann til þess að búa til smíða bátinn fyrir mig. And I had to go down by the river, far down, and then I had to cross to meet a guy who could build a boat for me. Hvernig búa menn til bát í Afríku? How do they make a boat in Africa? Ja, það nefnilega svolítið spes. It's Það tekin svona stór stopp, trjástopp, gríðarlega. quite interesting because there is a trunk of wood, or you know, a wooden trunk. Já, og svo það bara hólaður að innan þessi hérna trjástopp. Then the trunk there is just made a hole into this trunk. Svo á ensku það kallað dugout canoe. And á ensku það dugout eða búr. Það bara hérna, og það stundum mikið mál að höggva þetta gríðarlega mikið sem þarf að fjarlægja efni. It is a lot of work to dig it out. Á stundum bara notaður eldur, menn brenna stundum hluta og svo höggvið meira. Sometimes they even burn things. Ég fór að skoða þetta og það var ekki búinn og ég fór aftur og skoðaði. I went there to take a look at the boat and still it wasn't finished. Flott. Heyrðu, svo bara kom að ég að búið með bátinn og ég fæ að róa upp eftir ánni. And then finally I get the boat and I get to row up the stream, up the river. En að finna nákvæmlega hvar húsið okkar var, því að það mikið af gríðarlega háum trjám hann kringum ána. But it was quite challenging then to find back my house from the river because there were so many big trees. Ég haf aldrei farið eftir ánni á því, ég bara fór eftir veginum en þannig var ég að fara eftir ánni. And now I had to find a way home on the river instead of the road that I was used to. Og ég var að fara upp eftir ánni, svo þetta tölvöld vinna. And it was quite hard because it was to go opposite how the river was going down. Já, hérna, upstream. Upstream, já. Svo þetta var komið þarna fram klukkan 2 eða 3 seinnipartinn. But now the clock was like 2 or 3 in the afternoon. Og ég sagði, já, ég næ þess alveg, ég bara held áfram að róa. I just continue. I will manage. En svo bara, hvað í óskopunum ég? Hvernig finn ég þetta? All of a sudden I realized I didn't know where I was. Where can I find my house? Og klukkan var orðin 5. And the clock was 5 o'clock. Og klukkan var orðin 5:30. And it was 5:30. Og veitir hvað gerist í Afríku þegar klukkan verður 6 eða 5:30? Do you know what happens when the clock is 6 or 6:30 in Africa? Eins og þetta allstaðar að sólin sest. Of course the sun sets like anywhere else. En það bara svona eins og slöknar öllu. But it is as kolsvarta myrkur á mjög skömmum tíma. The sun is just turned off immediately. Ótrúlegt. And it becomes really dark very quickly. Þið sem búið í Afríku vita að sólarlagi er voðalega snöggt í Afríku.
those who have been there, you know that the sunset, it goes very quickly. Og ég ég segi, vá, nú bara að verða myrkur og hvar ég og hvernig kemst ég heim? And now it's dark and the clock is ticking and how can I get home? What shall I do? I'm at this new boat. Lokum upp að strendinni eða rétt við ána. So I go up to the shore. Já, akkurat, og svo dreg bátinn upp. And pull it up. Og nú orðið mjög skuggsýnt. And now it's getting really dark. Hvað ég gera? What am I supposed to do? Hvernig óskopunum kemst ég hérna? How can I get from here? Svo hvað gerum við þegar svona So what do you do when erfiðleikar? there are really crises going on? Þá biðum maður til Guðs, það bara hlust. Then we just pray to God. Og bænin virkar. And prayer works. En þið vitið þetta ekki. But you don't know yet, but you have to just have been there to understand how it was. Because the wood is, it's so dense, the trees. And it's really hard to go past them. So I'm walking there from the river and trying to get into the land. Og svo eitthvað sem heitir razor blade. Hvað það? Razor blade. What is razor blade? Það eitthvað sem þetta razor blade. Það blöð á tré með mjög mjó blöð en þau skera mann alveg eins og hnífur. And there are some leaves on the trees or in the vegetation that are just like razor blades, and they cut you. Fer með handlegginn svona yfir og það bara verður alblóður á manni hendi þó að maður rétt snertir. And if you touch it, you become there is blood all over you. Já, og svo eitthvað sem heitir driver ants. Ég alveg viss að einhverju Afrikanumenn þekkja hvað driver ants. Then there's also vegetation that is called driver. Maurar. Yeah. Oh, there are ants. Það maurar sem renna fara í einhverjum brautum, gríðarlegu fjöldi af maurum. Ef maður stígur onni þá braut af svona driver ants, þá bara ekki gaman að lifa lengur, því að þau býta mann alveg milljón maurar allt í einu. There are so many ants, and if you get in their way, then it's quite dangerous. Allt þetta var að gerast þarna í huganum. This was all happening in my mind at that moment. Ég viss driver ants, ég viss razor blade, ég viss I knew about all of this. Hvað ég að hugsa? What am I thinking? I will die there. Svo að ég geng hérna upp og ég bið Guð að hjálpa mér. I go there, I ask God to be with me. En allt í einu man ég eftir, ég líklegast á staða sem var Guðs. I realized that I was where there was a mine, gold mine, long before. And they had made trail because they had to go to the river to wash the gold. So, it's just like this here, like where the carpet is. I realize there is a little dent, and there is like a trail. I can't see anything. I just feel that there's a bump down. And I continue, and there is a trail. And the short story in this is I managed to get to where the miners had been, and to the main road,
to the hospital where we lived. Enda ég hérna að segja And frá þessu. I'm here still today. En þetta var gríðarlega mikið krísa og það stórkostlegt þegar Guð svarar bæn og hjálpa manni. This was a big crisis for me, but God answered our prayers. Tack. You were sorry to take your time, but now yours, it is yours, the rest of the time. So Erik is saying that the rest of the time till evening is mine now. Já, nú fær Ivo bara það sem eftir að dagsins. If we read from letter to Hebrews, Við lesum í Hebreabréfinu, and chapter 11 and verse 6, 11. kafla og 7. vers. and there it says that without faith it is impossible to please Him. For the one who comes to God must believe that He exists and that He proves to be one who rewards those who seek Him. En án trúar ógerlegt að þóknast honum, því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim sem hans leita. That we need to have faith. But what is faith? Við þurfum á trú að halda, en hvað trú? What is faith? Hvað trú? What is it that we have faith? Hvað það að við höfum trú? Is this an opinion about something? Það skoðun á einhverju eða? Have you heard that old famous story? Hef þið heyrt þessa gamlu sögu? That there was this guy who had pulled a rope across a waterfall, a high waterfall. Það þessi sem var búinn að strengja hérna svona reipi yfir stórt vatnsfall eða foss. And then he had there this special cart that he was pulling or pushing in front of him back and forth there across this rope. Wheelbarrow. Yeah, wheelbarrow, yeah. Það var hann var með hvað heitir það? Hjólburur sem hann keyrði það fram og tilbaka á þessu reipi. So and there were many people watching this. Og það voru margir sem fylgdust með. And then he asked them, do you believe that I can have somebody sitting here in the wheelbarrow and I can go back and forth? Og hann sagði, trúið því að ég geti sett hérna einhvern einstakling í hjólbörurnar og farið fram og tilbaka. And then he asked, who believes that? Og þá var svo spurði hann, hver trúið þessu? Rétt upp hand. And many people said, yes, I believe you can do this. Og margir sagði, já, ég trúið því. And then he asked, but who would be willing to sit in this wheelbarrow here? En hver myndi vilja koma og vera með og setja hérna í hjólbarunum með mér? But nobody really was willing. Og þá var það í raun enginn sem gaf sig fram. So they had an opinion that he can do this. Þeir höfðu þá skoðun að hann gæti líka gert þetta. But they didn't have faith enough to sit in there actually. Trúin var samt ekki nægileg til þess að þeir myndu setjast í hjólbörurnar. Or is faith the absence of doubt? Trúin þá vöntun á efa? There is another old story told. Það önnur gömul saga sögð. There are different versions of this story. Það þetta ýmsar útgáfur af þeirri sögu. And there was a salesman who sold stones that would turn into gold when you boil them. Það var sölumaður sem seldi grjót sem umbreyttist í gull ef þeir myndu sjóða steinana. But the only condition was, en eina skilyrði var, when you boil that stone, þú síður þennan stein, that you must not think about red monkey. Að þá máttu alls ekki hugsa rauða apa. And as soon as you think about a red monkey, it doesn't work. Ef þú hugsar rauðan apa þegar þú ert að sjóða stein, þá gerist ekki neitt. So many people tried. Og það var margir sem gerðu þetta. But nobody succeeded really. Það var enginn sem náði árangri. So
What if God told us, Hvað ef að Guð myndi segja við okkur? I will answer your prayers Ég mun svara bænum þínum if you don't doubt? ef þú efast ekki. And I remember at a certain time in my life Ég man eftir sérstökum tíma í lífi mínu that when I was praying, I was burdened with this biblical word that we read earlier in the að scripture þá, reading. þegar ég var að biðja þá var það svona byrði á mér þetta vers sem vorum að lesa hérna í Matthews Guðspjalli. Yes, Matthew 21:21, when Jesus said that if you don't doubt, Matthews 21:21 Jesus segir ef þið efist ekki, if you don't think twice, ef þú hugsar ekki tvisvar, if you ask for God for something, you will certainly get it. ef þú biður Guð eitthvað þá máttu sannarlega fá það. But as soon as you think about red monkey, En leið þú hugsa rauðan apa, nothing will happen. þá gerist ekki neitt. So I somehow, I wasn't so 100% sure that I was sure. Og þegar ég var í þessum kringumstæðum, þá var ég ekki svo fullkomlega sannfærður að ég væri sannfærður. So when I prayed, I tried to concentrate so that I was not doubting. Og svo þegar ég bað, þá var ég að reyna að einbeita mér þannig að ég myndi ekki efast. But I always said, okay, I still have some doubt. En svo kom það hjá mér, ég segi, það standi eitthvað smá kjarni af efa hjá mér. But truly, faith is not about how we can manipulate our mind. En í raun, trúin ekki það hvernig við getum unnið með hug okkar. Saying to ourselves, I believe, I believe, I believe. Að segja við okkur sjálf, ég trúi, ég trúi, ég trúi. And faith is not about successful positive thinking. Og trú ekki þetta jákvæða hugan ástand. And many Christians, when they fail to trust Og margir God, kristnir þegar þeir missa því að hafa ekki fullkomið traust, they say, I need to try harder. að þá segja við sjálf og segja, ég verð bara að reyna betur og meira og leggja meira á mig. But try harder at what? En reyna hvað? Meira af hverju? And if we look into ourselves, Og þegar við skoðum okkur sjálf, there is nothing to try harder with. þá ekki neitt þetta sem við getum verið að reyna meira með. And such an effort focuses only on ourselves, but not on God. Og það svoleiðis áreynsla snýst eitthvað það sem við erum að gera sjálf, en snýst ekki Guð. So the same thing that Jesus said is also said in Luke 17 verses 5 and Og það 6. sem Jesus segir hérna, það stendur líka í Lúkas 17. And the apostles there have the same wish that many people, many believers have the same wish. Og lærisveinar hafa þessa ósk sem svo margir aðrir hafa líka. They say, we want a bigger faith, increase our faith. Við þráum að hafa meiri og styrkari trú. Do you want to have bigger faith? Vilt þú eignast sterkari og meiri trú? How big faith do you want to have? Hve mikla trú viltu fá? They said, Lord, increase our faith. Og þeir segja hérna, Drottinn, auk trú okkar, auk oss trú. And then Jesus said, how big faith is necessary? Og þá segir Jesus, hvað þarf trúin að vera mikil og sterk? If you have had faith the size of a mustard seed, Ef að þú hefur trú eins og mustardskorn. have you ever seen mustard seed? Hefur þið séð mustardskorn? Once somebody had mustard. I actually have somewhere, I don't know where I lost. I have a little bag with mustard seeds at home. Ykstaðar á ég heima smá póka af mustardskornum. It's basically, almost powder, it's Það bara eins og púður, bara mjög smátt. one mustard seed is almost invisible. It's very, very tiny. Og eitt mustardskorn svo lítið að það eiginlega ósýnilegt. So Jesus said that if you have faith like this mustard seed, Og Jesus segir að þið hafi trú eins og þetta mustardskorn. you can say to, I don't know, we don't see any mountains, you can say to that mountain, Yeah. If you can say, þú getur sagt það við fjallið, ef þú hefur svona trú eins og mustardskorn. that, just move yourself to the sea. Og bara ryktu þér upp með rót og farðu út í sjó. Or to a tree.
eða við tré, that be uprooted and be planted in the sea. eða dragðu upp af rótinni og plantaður í sjóin. I said that it will happen if you have such a small faith. Og ef þú hefur svona eins trú eins og þetta mustaskol, þá mun þetta gerast. So have you ever thought that your faith is not really good because you can't do that? Hefur þú ekkert ímyndað þér að trúin þín sé að trúin þín ekki nægileg og ekki nógu góð úr því að þú getur ekki framkvæmt þessa hluti? You can't even move one little stone Þú getur ekki eins og fært lítinn stein úr stað. into this, what is this, Faxaflói Bay? Eða út í Faxaflóa, já. You can't do that. Yeah, I can't. Ég get það ekki. Or that your faith is not stronger enough because of that. Og þú ímyndað þér að trúðin ekki nægilega sterkur því að þú getur ekki gert þessa hluti. But how many mountains did Jesus move? Hve mörg fjöll færði Jesús úr stað? Or how many trees did apostles uproot after Jesus said this? Tré voru rifin upp með rótum af apostolunum. When Jesus was among people, what made him wonder? Og þegar Jesús var á meðal fólks, hvað var það sem skapaði undrun hjá honum? When Jesus was on earth, was there anything particular that really made what made an impression on him? Þegar Jesús var á jörðu, var eitthvað sem hafði virkilega sterk áhrif á hann. That something that made him to exclaim and he said, wow, that is something. Eitthvað sem sagði við hann, já hérna, stórkostlegt. And in one of the, there is one story where Jesus was overwhelmed, or there isn't any story where Jesus was overwhelmed by somebody's righteousness. Það engin saga þar sem Jesús svona, hefur furðu lostinn yfir réttlæti einhvers. He was not impressed by the righteousness of the Pharisees. Ekki af réttlæti fariseana. Or he was not even impressed if somebody made a big effort. Það var heldur ekki eitthvað sem hafði áhrif á hann lagði mikið á sig. He wasn't impressed by anybody's wisdom or education. Heldur ekki af menntun einhvers eða visku. But he was impressed by one thing. En það var eitthvað sem hafði sterk áhrif á hann. And it was people's faith. Að það var trú einstaklinga. And the opposite as well, lack of faith. Og líka andstæðan, það skortur á trú. And readers of the gospel, they know the story of a Roman centurion. Og þeir sem lesa Guðspjöllin hefa heyrt þennan rómverska hundraðshöfðingja. Who asked Jesus to heal his servant. Sem bað Jesus að lækna þjón sinn. And he said, don't come to my house, just say a word. Hann segi, þú ert ekki að komast til í húsi, heim til mín. And, bara segðu orðið. And he will be healed. Og hann mun læknast. And it's Luke 7 and verse 9. Það Lukas 7. kapli og 9. vers. And it's written that now when Jesus heard this, he was amazed at him and turned and said to the crowd that was following him, I say to you, not even in Israel I have found such great faith. Og þegar Jesus heyrði þetta, furðaði hann sig á honum, sneri sér til mannfjöldans sem fylgdi honum og mælti, ég segi yður, ekki einu sinni í Ísrael hef ég fundið slíka trú. And many times when people were healed, og oft þegar fólk var læknað, Jesus said that your faith has saved you. Og þá var það að Jesus sagði, trúðin hefur læknað þig. But what happened when Jesus visited his hometown in Nazareth? En hvað gerðist þegar Jesus kom til heimabæjarsins í Nazaret? The town where he had grown up. Í bæinn þar sem hann hafði alist upp. And had lived many years. Og búið mörg ár. And it says Mark 6, verses 5 and 6. Markus 6, 5. og 7. vers. Say that, and he could not do any miracle there except that he laid his hands on a few sick people and healed them. Og hann segir að hann gátt engin kraftaverk gert þar nema það hann gátt lagt hendur yfir nokkra fáina sjúka. And he says, and he was amazed at their unbelief. Og hann var furðu lostinn yfir vantrú þeirra. And there was no sickness, too serious or demon too powerful for Jesus to deal with this.
að það var engin sjúkdómur eða neitt illur andi sem Jesus gæti ekki átt við. But on that day in Nazareth, Jesus' hands were bound because there was no faith. En þarna í Nasaret þá voru hendur Jésu bundnar. Hann gat ekki framkvæmt þau verk sem hann vildi vinna. So Jesus made it a condition of every healing that there had to be faith. Svo Jesus gerði það skilyrði fyrir allum kraftaverkum sínum að það veri trú. And one day Jesus and his disciples were on a lake in the boat. Og einu sinni voru Jesus og lærisveinarnir á bátnum í And then a fierce wind came up. og það mikið rok sem þarna eflist upp á vatninu. So, I mean, people in this country all know what is a real wind. Hér á landi vita menn vel hvað mikill vindur And so the waves were breaking and the boat filled with water. Og það voru hérna brim öldur sem kom yfir bátinn og hann fylltist. And the disciples were trying to, to throw this water out. They were working very hard. Og lærisveinarnir voru að reyna að ausa. And, the disciples did their work, and when they were not succeeding, Og þeir reyndu að leggja á sig eins og þeir gátu, en þegar þeir tókst ekki að ausa, then they started looking at Jesus. þá byrjuðu að horfa til Jésu. And Jesus was sleeping in the boat. Og Jesus hann svaf. And then he kind of was not bothered Og hann bara hafði engar áhyggjur. until they got so angry. Þangað til að þeir bara reiddust. They even sharply told him, Og þau bara sögðu bara ákveðið við hann. "Don't you care that we are drowning here?" Þér sama það að við séum bara að drukkna hérna. Jesus was in the boat with them all the time. Jesus var auðvitað með þeim í bátnum alla leiðina. And when the sun was shining and everything was smooth, there was no question about faith. Og þegar sólin skein og allt var og vatni var alveg kyrrt, þá var ekki einu spurning trú. And it came up only when there were waves and when the storm came. En þessi trúar þörf kom allt inn upp þannig þegar bylgjurnar gengu yfir bátinn. So the disciples struggled themselves until they thought that they can manage it. Og svo strákarnir þeir reyndu að bjarga málum sjálfur eins lengi eins og það var nokkur möguleiki á því. Only when they realized that they cannot manage it, they started looking at Jesus. En það var ekki fyrir en allt var algjörlega á þrotum hjá þeim að þeir fóru að horfa til Jésu. Until it was hopeless. Þangað til að allt var bara gjörsamlega vonlaust. And finally the disciples woke Jesus up. Og svo allt í einu vekja þeir Jesús upp. And they said that they accused him of not caring that they were Og þeir drowning. eiginlega ákærða fyrir það að hann væri sama að þeir væri að drukkna. And Jesus woke up and looked at them with surprise. Og Jesús vaknar og hann horfir á það með undrun. And he silenced the wind and the waves, Og hann auðvitað kyrrði bæði vatn og vind and then said to them, og sagði svo við þá: "Why are you afraid, men of little faith?" Af hverju eru þér óttaslegnir, þið menn lítillar trúar? I guess, we all have these moments in our life when we feel that everything is under control. Ég held að öll okkar hafum það tilfinningu í lífinu stundum að allt sé bara slétt og fellt og í góðum málum. And our faith is tested when things go wrong or when we feel we don't control them. En trúin, það reynir á trúna þegar við sjáum að það gengur ekki mjög vel. That's when we start waking Jesus up. Það þegar við byrjum að vekja Jesús upp. Don't you see what is happening in our Sérðu lives? ekki Jesús hvað að gerast í líf okkar? Don't you want to do something? Myndir þú ekki vilja gera eitthvað? Can't you see Hjálpa that okkur? we are drowning? Sérðu ekki að við erum að drukkna? And then Jesus will wake En þá það að Jesús vaknar and he says, silence everything. og hann kyrrir allt sem þarf að kyrra. He said, "Why are you afraid, Af hverju óttist þið? you people of little faith?" Þið lítil trúar. How real is the presence and power of Jesus in our
daily life. Hver raunverulega nærvera Jésu í líf okkar stöðulega. Does he sleep in our boat and we generally try to do everything ourselves? Sefur hann í bátnum með okkur og við reynum að bjarga málum eins vel og við getum sjálf. And when things don't work out, we just become angry at him. En þegar málin gangi ekki upp eins og við vildum að þá verðum við reið út í hann. It's sometimes the case that Jesus is in our boat, Það stundum málið að Jesús með okkur í bátnum and all that we expect from him is to wake up and shovel the water. Að það eina sem við erum að búast við að hann geri að hann vakni upp og ausi. Because that's exactly what the disciples wanted him to do. Þegar það það sem lærisveinarnir vildu að hann gerði. To wake up and start shoveling as well. Að hann vaknaði upp og byrjaði að ausa. They kind of lost the sight that Jesus actually had the power to silence everything in a second. Þeir einhvern veginn mistu sjónar á því að Jesús hefur möguleika á því að vakna upp og að kyrra alla hluti og koma öll í lag. In the Bible, there is a man who is called the father of faith. Það maður í Biblíunni sem kallaður faðir hinna trúuðu. And father of all believers. Og faðir allra trúaðra. It's a man called Abraham. And we read about his life that God approached him one day and invited him to go out of his home. Og við heyrum sögun hann að Guð kallaði hann eins og að maður koma burt frá heimili sínu. And he gave him a promise. Og hann gaf hann loforð. That I will make you a father of a great nation. Og ég vil gera þig föður af gríðarlega miklum fólksfjölda eða mikilli þjóð. And in the Bible, in the book of letter to Romans, it is said that Paul says that, and then Abraham believed. Og svo stendur í Rómverjabréfinu hjá Páli að Abraham trúði. And that's why he became a father of all believers. Og þá þess vegna varð hann faðir hinna trúuðu. But what about Abraham? En hvað með Abraham? Didn't he ever doubt? Efaðist hann aldrei? When we read his story, ef við lesum sögun hann, there is a lot of doubt in there. Þá mikið efa hjá honum. And a lot of disbelief. Og að trúleysi bara. In the Bible, this Hebrew word, Shema. Í hebreusku Biblíunni, Shema. This means two things in our languages. Þýðir tvennt í okkar máli. It means both listen and obey. Það þýðir bæði að hlusta og að hlýða. That is when you are listening to God. Þegar þú hlustar á Guð. When you're willing to listen to God. Þegar þú viljugur að hlusta á hann. And then you're willing to obey what he says. Þá ertu líka tilbúin að hlýða á hann. Abraham did not perform 100%. Framkvæmdir hjá Abraham voru ekki 100% alltaf. But he was willing to listen. En hann var tilbúin til þess að hlusta. And when he started going out of his home, og þegar hann svo byrjaði og fór heiman frá sér, he went step by step. Þá fór hann skref fyrir skref. And sometimes he fell back. Og stundum þá varð hann datt hann aftur á bak. But then God spoke to him. En þá talaði Guð við hann aftur. And he was willing to continue. Og hann hélt áfram og var tilbúinn að halda áfram. He had many moments like disciples when he didn't believe. Og það voru margir augnablik alveg til sjá lærisveinunum þar sem hann trúði ekki. And things were too slow in his life. He was impatient. Og sumt gekk og hægt í lífi hans og hann hafði ekki þolinmæði. And in the end, he actually reached to the land where God sent him. En svo að lokum kemst hann að því landi þar sem Guð hafði sent hann til. But it was not his main arrival. En það var ekki aðal innkoma hans í það land. His main arrival was that he actually learned to believe. En megin málið hjá honum var það að hann lærði að trúa.
that in the end he was actually willing to listen to God when God told him to sacrifice his own son. að hann var tilbúinn til þess að hlusta og fara eftir jafnvel þegar Guð fór fram á við hann að fórna syni sinn. So what is faith? Svo hvað trú? Faith is not an opinion. Hún það ekki bara skoðun. Faith is not absence of doubt. Ekki bara skortur á efa. Faith is willingness to listen to God. En það viljugleiki, vera viljugur til þess að hlusta á Guð. And growing in courage to do what it says. Og að vaksa í hugrekki að gera það sem Guð kallar til. And the more someone knows God, og því meira sem einhver þekkir Guð, the more they trust him. Því meir treysta þeir honum. And the Bible is a book about people who became friends with God. Og Biblían fólk sem var tilbúin til að hlusta á Guð. And who more and more trusted him. Og sem treysta honum meir og meir. It's, Enoch, Noah, Abraham. Enoch, Noah, Abraham. Isaac, Jacob, Joseph. Isaac, Jakob og Jósef. Moses, Joshua. Mose og Joshua. Job, Gideon. Gideon. Samuel's mother, Hannah and Samuel. Móðir Samuels, Hanna og Samuel. David, Solomon. Og David og Salomon. Hulda. Elijah, Elisha. Elisa. Ezra, Nehemiah. And Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. Og allir þessi spámenn sem hann telur upp. The list is endless. Þessi listin óendanlegur. The Bible is the story of people who learned to trust, to know God and to trust. Biblían fólk sem lærði að treysta Guði. And it goes up to the disciples, John and Peter. Og kemur allt fram að lærisveinunum Jóhannesi. And Barnabas and Paul. Og Barnabas og Páli. So, what is faith? So, hvað trú? Do you have faith? Hefur þú trú? Do you want to grow your faith? Vilt þú að hann vaxi? Have we listened to the voice of God in these days? Hefur við hlustað á rödd Guðs í öllum þessum hlutum? And what is he saying to us? Hvað hann að segja við okkur? And I wish that we may learn to trust more and more every day. Og Drottinn gefa okkur ná til þess að vaxa í trú meir og meir og trausti. And that is faith. Það trú. And pray, Lord, speak, your servant is listening. Drottinn, ég talaðu til okkur, Drottinn, því að þjónninn heyrir. Amen. Amen. Takk fyrir. Thank you. Við ætlum að syngja lokasálminn, hann númer 163, Kórónum krínum hann.
ykkur innilega fyrir komuna í dag. Öllum sem hér hafa verið og fylgst með okkur. Hjartans þakkir þeir sem hafa tekið þátt. Skúli fyrir frábæra leksju og auðvitað Ivo fyrir predikuna. Guðmundur hefur verið hér að tekið á móti og Dexter hefur sendt út. Kristína Kortes orgel, það margir sem taka þátt. Harpa hefur þýtt. Hjartans þakkir öll sömur. Og nú mun Ivo hafa lokabænina fyrir okkur. Blessun orðin. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. Þá ætla ég að bjóða ykkur allir að koma hér inn í hliðarsalinn og við fáum okkur að borða. Gjörið svo vel.